Komið sæl og velkomin í Kaldabotinn. Hjá mér staddur engin annar en Svanur Gísli Þorkelsson. Það rétt. Er það rétt með? Það alveg hárrétt. Já. Og þú kveður vel að. Já, þakka þér fyrir. Það hefði í þættinum að skála í Jesúlaði. Í Jesúlaði? Já. Þetta hlýtur að vera bruggað í Kan. Nei, þetta bruggað á ákveðlu góðskerð. Þar var upphaflega Jesúlaði bruggað, sko. Þetta ef maður er að drekka Jesú. Já, taka. Það minnir mig á náungan sem var filosóf, íslamskur, Súfi. Já. Og hann sat í vegarkantinum og var að borða og einhver kom og spurði hann, hvað þú að borða? Og hann sagði, ég að borða Guð. Okay. Nú ég að drekka Jesú. Jesú í æðakerfið, það hjálpar. En, Svanur, ég nú búinn að fylgjast með þér svolítið með pislana þína og mjög forvitin þig. Þess vegna hafði ég samband við þig og vildi endilega fá þig í eitt þáttinn með okkur. Já, þakka þér fyrir það. Að því veist, sko, í forvitinu þetta hvernig þessi baukur virkar með allan þennan fróðleik og allt þetta og skrifar vel. Já, þakka þér fyrir. Ég lesblindi gæinn get sagt það. Og þannig fór ég að taka svolítið eftir og þættirnir ganga raunverulega út á það að hitta fólk sem mér finnst athyglisvert í samfélaginu. Já. Þetta snýst ekki einhverja sprautur eða spútninga, þetta snýst meira athyglisvert fólk. Maðurinn nefndur. Akkurat, það svo margt sem að gerast í undirgróðurum, sko. Það ekki allir sem þar ýmsir áhuga verðir hlutir að gerast og stundum jafnvel enn áhuga verður en það sem upp á toppinn ver. Nákvæmlega. Og siglir svolítið undir rampar margir alveg stórmerkilegt fólk sem maður bara hefur aldrei borið á og sem að gera stórkostlega hluti. Íslendingar löngu búin að átta að sjá þessu. Þess vegna svona mikil útgáfa ævisögum á Íslandi. Er það ennþá svona popúlar? Já. Fólk að skrifa söguna sína. Það nefnilega ein góð saga í hverjum einasta manni. Já, nákvæmlega. Nema sér þess leiðilegri, en þá það reyndar orðið saga hvað var leiðilegur. Nei, það virkilega. Þegar og leiðindur líka. Ég veit mjög leiðilegt fólk og líka óbúinlega mikið skemmtilegu fólki. Já. En ég forvitin því, hvaðan kemur, þú veist, sko, ég fæddur á Sveitabæ á Snæfellsnesi sem heitir Klefarvellir og hann var í eigu afa míns, Gísla, og ömmu minnar, Sigborgu. Og þetta var kotbóndi sem að átti litla fjölskyldu vegna þess að mamma mín, Hansina, hún var bara ein barna sem var afar óalgengt í þá tíð. Amma mín í föðurættina, hún átti 12 börn. 12? Aðeins. Allt með sama gæjan sem bara heilmikið afrek, sko. Það ekki hægt í dag. Og mamma, hún ólst þarna upp á þessu litla kotbýli sem afi stýrði. Og þegar hún var 18-19 ára þá ákvað hún að hún vildi sjá svolítið meira af heiminum. Hún hafði verið læst þarna inn á Snæfellsnesinu í Miklósefnum í öll sín ár. 18 ára þá ákveður hún að fara í þetta rosa ferðalag fyrir Flóann og alla leið til Keflavíkur. Jesús minn. Og þar vinnur hún í fiski einn vetur og hittir hávaxinn, dökkarðan, sjarmör, mann sem stundaði sjó. Og hún féll fyrir honum, alveg kolféll fyrir honum, mjög líklega oftar en einu sinni vegna þess að hún sneri aftur til í sveitina vorið. Þá var hún ólétt af fyrsta barni. Já. Og nokkrum mánuði seinna fæddist elsta systir mín og síðan kom eiginlega var þetta samband eiginlega svona að hann kemur í heimsókn, í stutta heimsókn á Sveitabæinn. Já. Og í hvers skipti sem hann fer, þá virðist mamma vera orðin ólétt. Var enginn að tengja punktum? Ekki alveg í fyrstu.
Svo kem ég í heiminn mestur, ég næst elstur og síðan hélt þetta svona áfram koll af kolli. Börnin voru orðin 4 eða 5 þegar að mamma loksins hringir í hann. Stuttlöngstuð. Já, stuttlöngstuð. Og segir honum að ef hann hugsi sér að koma aftur, þá skulle hann vera tilbúin að taka fjölskylduna með þegar hann fari. Okay. Og hann gerði það. Hann kom, ég man eftir þegar hann kom í brúna frakkanum stormandi frá gröfi yfir melinn að sveitabænum og ég var að æfa mig að segja hvað ég héti það til að geta kynnt mig fyrir pappa mínum og úr því var Anur Illi Okkelsson. Ég man eftir því vegna þess að þetta var það sem ég gat sagt. Já. Fyrst það ekki gælnafn sem barn? Nei, ég var bara kallaður Svanur eða Svansi. Svansi. En það sem ég líka að reyna að segja er að ég sá mjög lítið af föður mínum þegar ég var á svona yngstu árunum, mjög lítið. Og þess vegna var það Gísli afi sem að kendi mér allt sem ég kann. Það var svona föðurmyndin. Já, og hann var bara yndislegur maður. Hann var einn af þessum bóndum einn af þessum bændum sem var í raun og veru bóndi vegna þess að hann kunni allt. Hann var trésmiður og járnsmiður og grasafræðingur og læknir og bara þetta allt, öll verk sem að unnin eru í heiminum eru unnin af alvöru bónda, sko. Og þess vegna bóndastéttin, eða bændastéttin, mikilvægasta stétt í heimi. Að mínu viti. Alveg bara langt skara fram úr. Það er engin stétt sem mikilvægari en bændur. Vegna þess án þeirra myndum við öll svelta heilu hungri. Það vætti því. En við svolítið verksmiðju búskapurinn tekinn við, sko. Virkilega, en það samt sem áður þessi hugmynd að framleiða mat og sjá fyrir fólki sem að mér finnst vera virðingarverðasta og mikilvægasta atvinnugrein í heimi og næstu eftir kennarastarfi. Pípulagnamenn ekkert ofalega á listanum? Pípulagnamenn eru svona eins og rakarar. Þetta var það þegar þú þarft á þeim að halda. En hvað svo? Þið farið þá hvert? Keflavíkur? Já, síðan eftir ég hafði notið þarna leysagnar afa míns og hann kendi mér að lesa og skrifa sem svo var tíðkaðist þá mjög snemma, 5-6 ára og sýndi mér hvernig Ísland umverulega svona miðgarður ennþá Middle Earth eins og Tolkien apaði eftir okkur í sínum skáldskap. Hann kendi mér, sagði mér af álfum og tröllum og dvergum og dregum og sýndi mér norðurljósin í fyrsta skipti og svo framvegis. En síðan kom að því að faðir vor kom og tók okkur til Keflavíkur. Og þá tókum við öðruvísi tímar. Ok, hvernig þá? Já, ég var náttúrulega sveitastrákur, ég hef aldrei séð fótbolta. Aldrei séð fótbolta? Ég vissi ekki einu sinni hvað það var. Og ég man eftir ég stóð við girðinguna sem var utan Róló sem það var kallað þá í Keflavík og horfði á þessa krakka hlaupa eftir boltanum og sparkunum og ég bara var dolfallinn. Og þráði ekkert meira en að komast yfir girðinguna og taka þátt. En hún var bara á há, ég komst ekki. Í alvöru, það lítur að vera mjög einangrað, það var það á Snæfellsnesi. Já, Snæfellsnesi, það var það. Ekki í neikvæðri merkingu, en þið lifaði í mjög litlum heimi, hvað umheiminn var það? Algjörlega, þetta var svona, í minningunni var þetta lokaður heimur og ég hafði enga leikfélaga önnur en aðra en systir mín, eldri systir mín og síðan yngri bróðir minn, hann Guðmund sem kom síðan fljótlega eftir mér og við erum náttúrulega mestum mátar og erum það enn. Og en mannamót eða ég man eftir því að fara í Breiðablik, þar var spiluð vist og ég var að þvælast milli fótana á fólkinu á gólfinu þangað til að ballið byrjaði og hafi spilaði á Nikku sko og það var ekkert hægt að halda balli í sveitinni nema hann væri mættur. Hann lék fyrir dansi. Lék fyrir dansi.
rosalegri við miðaldra. Já, þetta svolítið svona í stíl við þína. Þú ert búin að draga hérna huppitu inn, sko, fullt af fólki sem einmitt okkar aldrei og ég svona einhvern veginn ímynda með það að það sé markhópurinn. Þannig að ég skammast mín ekki til að segja frá þessu. Nei, vá, þetta náttúrulega mjög sérstakt af okkar kynslóðir sem höfðu svona annan fótinn í sveit, maður alltaf sendur í sveit í gegnum árin. Mikið rétt. Stutt og mjólkað í höndunum og allt þetta hefðbundi bústaf. Sem þekkjast ekkert í dag, þannig að þetta eiginlega orðið sagnfræði núna. Þetta sagnfræði, sko, en sagnfræði sem lifandi vegna þess að þetta hluti af okkar lífi og þeir sem að muna þessa tíma kannski einhverjir sem að hafa leyft þessu svona að fljóta frá sér en þeir sem að þykir varðið þessa tíma, þetta lifir með okkur. Já, og ég dái þessa tíma og ég dái fólk sem að heldur þessum gömlum gildum því að það fylgja þessu gildi fylgja heldur en gangandi skilur en hvað það í Keflavík jú, það var fótbolti og fullt af nýjum félögum og skóli. Og stefnulegur í fótboltanum? Já, ég hafði gaman á hann, það var aðalmálið. Jú, ég var alltaf kosin í lið, sko. Ég var ekki síðastur og stundur fekk ég að velja. Varst ekki valið síðastur? Nei. Það var mesta skamsi til var að vera valið síðastur. Það var svolítið erfitt, sko. Ég valdi því. Það sökkaði. Já, það sökkaði svolítið. En hvað það að þetta var algjörlega nýr heimur, sko. Og ég naut þess að eiga æðislega kennara, sko, til að berja með alveg frá upphafi. Þú veist, Ragnar Guðleifsson sem var bæjarstjóri og formaður 100 félaga og aðal primus motor í Keflavík á þeim tíma. Hann kenndi mér til að berja með. Síðan fikk ég Kristján Jónsson sem var afbragðskennari og ef Kristján að horfa á þetta sem ég vona að sé þá bara þakka ég honum innilega fyrir hans framlag inn í það inn í það present og síðan var það náttúrulega gagg og þá var eiginlega Keflavík orðin að hippabæ, sko. Hipparnir komnir? Já. Hippies? Já, þetta var Keflavík, ég heyrði Magda Kjartans tala þetta, þú veist, að vera landamæra bær og þetta alveg rétt hjá honum en það gerði það verkum að við vorum svona, þetta var eins og Liverpool í Íslands. Það fluti inn í Keflavík straumar ekki bara frá Bandaríkjunum heldur annars staðar en mest frá Bandaríkjunum og þess vegna voru fyrstu rockhljómsveitirnar og komu frá Keflavík af því að þeir hlustuðu á Wolfman Jack í útvarpinu og horfðu síðan náttúrulega Kanasjónvarpið og allt þetta sem hafði mikil áhrif í Keflavík og þetta varð maður að drekka inn bara í æsku mjög fljótlega. Fórstu hippaleiðina? Ég eiginlega lenti milli laga. Ég 54 mótil, ég verð eftir 2 mánuði rúma, þá verð ég 70. Vel gert. Það þessi... Hvað krem notar þetta? Það ég lenti milli laga vegna þess að ég eiginlega ekki orðinn og gamall til að vera alvöru hippi. Nei. Og ungur til þess að langa ekki til að vera. Þú veist, það var þannig, en vissulega ég fór á Zeppelin. Ég ætlaði að spyrja þig, sást Zeppelin? Já, það var fyrstu rocktónleikarnir sem ég fór á, sko. Wow. Og það var æðislega upplifun, sko. En mest var gaman að segja frá því, sko. Og ennþá meira gaman að segja frá því seinna, sko. Nákvæmlega, og í dag segja frá því. Já. Ég þekki konu sem að hendi Zeppelin meðlimum út úr partí í Reykjavík. Já, það örugglega sama konu ég þekki. Já, og hún segir hvað hippa líður þetta var sem komin henni í partí og þá var þetta bara Jimmy Page og Robert Plant og félagar. Já. Þeir voru bara ekkert velkomnir að henda út. Nei, en Robert, hann hefur sagt það í viðtölum, mörgum viðtölum að hvað Íslandsferðin hafði mikil áhrif á hljómsveitina og hvernig lagið sem var eiginlega þegar mörgir segja sé bara þeirra besta lag eða besta framlag
til hljómlistarinnar og það Immigrant Song sko, hvernig hann var samið hér og hvað þeir voru að reyna að segja. Ég átti einu sinni stutta samræður við manninn og Robert Plant? Við Robert, og þá sagði hann mér að þessi söngur, það halda allir að þetta sé sko víkingarnir sem að tala hana, en hann sagði að þetta væri meira Írarnir sem að væri búið að stela. Víkingarnir stálu sem þeir fluttu til Íslands sko. En það vil ég meina að þessi miklu meiri keltar heldur nokkuð tímann sko Írar og Skotar heldur en Normenn. Já, það er ekki til Írir í Normannum. Og sagan segir að Normenn séu svo leiðilegir. Það getur ekki verið að við séum komin að Normenn. Það bara getur ekki verið. Þú þarft að smíða pistil um það. Ég verð að passa mig að segja ekki mikið slæmt um Normenn vegna þess að bróðir minn býr í Noregi sko og börnin hans eru hálfnorsk. Og ég get ekki farið alla leiðina, ekki slátt og ég vildi, sko. En þú hugsar það? En þú hugsar það? En þú hugsar það? Ég svona, ég þekkti fyrirtaks Normenn, sko. Ég bjóður einu sinni. Ég ennþá bara á sálfræðingi eftir að, sko. Ég fann engan fyndinn Normann, en við skulum ekki stoppa í Noregi. Skemmtilegasta sagan, samt sem ég heit á Noregi, þegar að bróðir minn vaknar eldsnemma á morgni og ætlar að fara í vinnuna og ekkert búinn að vera þarna lengi, held ég var nýlettur. Og hann labbar fram í Elliheimili klukkan 6 og þar var fólk að dansa góðlandsdansana út út á Bletti, sko, klukkan 6 á morgni, sko. Vá. Mér finnst þetta æðislegt. Já, ég finnst það svolítið, var það ekki geðspítalið? Nei, þetta var bara venjulegt svona heimili fyrir aldraða. Normenn? Já, heimili fyrir aldraða. Nú erum alveg verið að rústa Normenn, sorry, aftur að þér. Hvað tók ég? Fórstu í framhaldsskóla? Það var Gaggó sem að byrjaði, sko, en þegar svona í kringum 13-14 ára aldurinn þá var ég farin að það var alltaf gaman í fótbolta og ég vissi það lífið var fótbolti á tímabili sko. Það var farið út klukkan 8 og byrjaði að svipast eftir fólki til þess eða strákum til þess að fara upp á Svínó eða finna einhvern völl og hvar við ætlaðum að spila upp á kirkjuvelli sem var kallað fyrir túnni þarna hjá kirkjunni í Keflavík og síðan var bara að spila allan daginn og þetta var bara lífstíl og það var engu skeytt um mat eða drykk eða neitt annað og meðan að var nægilegu fjöldi til að skipta í líf og halda áfram að spila en þetta náttúrulega bráði af þegar maður fór í gagnfræðaskólann. Hvað gerist þá? Já, það náttúrulega gelgjan Sagan og brosti Það var byrjað að fiksta við reykingar og reyna að finna einhver til að kaupa handa sér brennivinn og hangið á sjoppum upp á Dorró í Keflavík og á Ísbarnum og bara eftir allir í Hafnargötunni það voru sjoppur út allt sko og þetta var líf sem að Þú varst í félagsmiðstöðvar síns tíma, sjoppurnar? Jú, það voru það. Það alveg rétt. Þannig að ef maður ætlaði að hitta einhvern þá var bara farið tekinn rúnturinn á sjoppunum sko. Og ef maður vildi mæla sér mót. En þannig að ég fór í fyrst og annan bekk í Gaggó, í Keflavík. Þá var skólaskyldan 14 ára? Já, eitthvað svoleiðis. Og þá var orðið þröngt heima fyrir vegna þess að pabbi hélt uppteknum hætti skilur það var bara sko við enduðum 9 systkini hætti með mömmuðinni þetta bara hélt áfram og þannig að ég á 4 systur og 4 bræður og það var orðið ansi þröngt í kotinni á Hringbrautinni sko þar sem við bjöggum Þannig að þegar að það kom til tals og að ég vil farið í skóla annar staðar heldur en heima í Keflavík að þá var það sótti ég það ákaflega fast vegna þess að ég var orðinn leiður á því að hafa grislingana yngri systkini mín skríðandi upp á mig þegar ég var að reyna að sofa af mér skólana sko. Og ég held að útslagið hafi verið þegar yngsta systir mín, ég vaknaði með hana
hún satt klofvega bara ofan hérna á hálsinum á mér og þegar ég vaknaði og svo ég hann pissa á. Það var nú nóg kominn. Var það dagur fluttir að heima? Það var bara dagur, það var ákveðið allavega. Ef maður var nokkuð séns að komast í burtu, þá var það. Þannig að það var úr að þann vetur að þá fór ég að Núpi í Dýrafirði. Já, ok. Já, og þar var... Það var dýragarður, skilst mér. Já, þá lenti maður í fyrsta skipti í alvöru fæting og alvöru fólki, sko. Og ég er ekki að tala áflóð, heldur þetta var á þeim tíma þar sem maður var byrjar að lesa bókmenntir sem skiptu máli og fann að grugga í trúarbrögðum og pólitík og svona og þar hitti ég fyrir Þór Hagalín sem var kennari. Þá voru þarna fleiri strákar sem eru vel þekktir úr þjóðfélaginu á sínum, sem voru skólabræður mínu og skólasystur. En Þór Hagalín, hann hafði gaman að rökræðu. Þótti gaman að spjalla og ef hann hitti einhvern fyrir sem var til svaraði á móti, þá var gaman. Þannig að varst alltaf svona, með þetta element í þessa diskussjón. Já, það má segja það, sko, og að svona kannski þörfina fyrir það að fá að vita og ekki bara vita eitthvað, heldur hvað var rétt. Og ég var það áhuga á því að vita hvað var rétt, sko. Já, það getur verið snúið mál. Það mjög snúið mál. En hann var mjög glúrinn við að skýra sín sjónarmið og ég þakka honum fyrir það. En það þýddi það að þegar ég sneri aftur næsta vetur, því ég fór 2 vetur á Núpi í Dýrafirði, og þá var ég byrjaður að lesa bókmenntirnar sem hann hafði vísað mér á. Já, hvað erum við að tala um? Við erum að tala um Das Kapital. Nú? Engels og Hegels og Marx og allt vinstra megin. Allt vinstra megin, sko. Og ég var orðinn mjög efins að það væri til eitthvað sem héti guðdómur og þetta væri allt saman bara ópíum. Allar lífsstefnur sem voru annað en kommunismi væri bara ópíum á fjöldan, sko. Já. Alþýðuna sem það er við. Þú er róttækur. Já, mjög róttækur, sko. Og síðan þegar lendi ég í herbergið seinni veturinn með Kristni Ágústi Friðfinnssyni sem var gerðis prestur síðan. Og hann var nú svona djúp hugsandi, andlega þenkjandi maður og það enn. Var hann ekki presturinn á Selfossi? Jú. Ég aðeins málkunnur á hann. Já. Flottur kall. Hann var fínn kall, sko, og góður drengur, sko. Og við komum kannski koma seinna að því í sögunni þegar hann vann hjá mér stund. Já, ok. Miklu seinna. En hvað það að þessi vetur, hann var seinni vetur, en hann eiginlega gerði útslagið með það að ég ákvað það að ég væri eiginlega ekki hæfur til mennta. Nú, hvernig fannst þið það? Það sem mér fannst bara tíminn of knappur, það væri tímasóun að vera í skóla þegar að maður nálgast þekkingu hvernig sem er og hvar sem er í raun og veru. Jafnvel þó að það væri ekkert internet í það og svo framvegis. Ef þú bara nefndir að hafa fyrir því, að þá gastu gert og verið það sem þú vildir. Og þetta var eiginlega svona stefna sem ég tók mér snemma. Ok. Og þegar ég kom heim vorið, þá var það... Með gaffrapróf på Vasan? Með gaffrapróf på Vasan, ekki landspróf. Nei. Sem að hefði gert mér kannski ennþá auðveldara fyrir að fara inn í einhver skóla, en ég hafði ekki áhuga á því hvað sem var. Að þá gekk ég í fylkinguna. Nó. Ísland og NATO er hér burt. Já. Með fánan og allt. Já. Óður. Og hitti fyrir Ragnar Skjátta og Rósku og tók þátt í mótmælaaðgerðum og síðan var ég rekinn þaðan. Nú, byrju hvernig kom það til?
Það var vegna þess að Robert McNamara var að koma hérna til landsins til að endurnýja einhvern samning hernámi og fylkingin ákvað að vera með mikla uppákomu í Bakarabrekkunni í Reykjavík. Og þar var Rúska og einhverju fleiri sem voru að setja upp leik það. Og það sem ég átti að gera var að við vorum með grammafón og ég átti að spila Internationalinn á kínversku í enda leikþáttarins. Og bara svona. Og síðan eru þær að leika stelpurnar hana og þegar það búið þá skelli ég þess á og mér þjóðst það hljóma eðislega sko. Og þá koma þær askvaðandi upp og spyrja hvernig anskoðan ég var að gera hvort ég var að eyðileggja þetta fyrir þeim viljandi vegna þess að þá hefði ég grammafóninn verið sett á vitlausan snúning. Ég hefði ekki muninn, sko. Þetta var á kínversku, kínverski alþýðuskólinn. Þetta var 78 snúninga. Það var heilmikið fjör, sko. Og Rúska var alveg brjálið, sko. Svo ég ætti ekki heima. Ég var bara 17 ára og hérna fór í burtu með skotti á milli lappa. Og endaði þar með sósíalistafellin. Já, það svona minkað á því. Það fari í húsið þarna bakhúsið á Laugavegi. Og hvað tekur við? Það var bara walk of shame. Já, þetta var svona walk of shame, sko. En þá þýddi það að maður fór svona aðeins að víkka sjóndeildarhrygginn og ég fékk mikið áhuga á akkurat öfugu, sko, trúarbrögð. Já, ok. Fór að lagðist yfir trúarspeki alls konar og las allt sem ég náði í, sko. Las náttúrulega Biblíuna upp lagna og síðan Kóraninn og síðan Bhagavad Gita og síðan Senda Vesta og síðan inn í Kínvest og í Ching og allt þetta, sko. Hvað er dræfið bak við þetta? Hvað er að gerast í Svani sem að sækir svona stíft? Hvað er þetta? Getur útskýrt það? Þetta er svona einhver þetta er svolítið spennandi að fá að vita eitthvað. Þetta er svona smá adrenalín fíkladæmi en ég fæ það í gegnum þetta að fá að heyra eitthvað nýtt og vita eitthvað nýtt og sjá einhverju nýjar hliður á hlutunum, sko. Mér finnst það bara yndislegt og þess vegna hef ég mjög gaman að þetta starf sem að ég hef nú lent í svona síðustu árin að ferðast Ísland með fólki og vísuðar á heiminum. Þetta er það sem ég finnst mest spennandi og það er að hitta fólk sem að segja mér sögu og ég heyri eitthvað öðruvísi, eitthvað annað sjónarhorn, eitthvað aðra speki, sko. Þetta er bara alltaf, að hefur alltaf verið svona... Svona forvitni. Já, nú kalla þetta forvitni. En samt sem að það er eitthvað sem að svona hefur einhverja merkingu, einhverja þýðingu inn í lífi. Nákvæmlega. Já. Þannig að þú ert komin inn í fullorðinsár, hvað er það að vinna og hvað er það að bauka þarna? Ég er út allt. Sko, ég hef aldrei verið svona, haft svona karriér á neinu sviði. Ég hef bara gert það sem að hefur tilfallið á hverjum tíma. Í gegnum úlingsárin þá var maður að vinna í höfninni, í skipunum, í frystihúsum, hvað sem tilfjall, byggingarvinnu ef það gaf. Og síðan, sko, ég var í löggunni í Keflavík í eitt sumar. Vel gert. Já, 20 strákur í löggunni, þetta var skelfilegt. Aha. Já, hvernig það? Búning og alles? Já, og kaskettið og... Það var í búning og það eldast við félagana. Þetta gekk ekki. Í Keflavík? Í Keflavík, þegar á hjólunum á möðrunum, sko. Nei, þetta var ekki alveg að ganga upp svona þess að ég var svo alvor út af hól. Þannig að þú hættir í löggunni? Já, ég bara fann að þetta var ekki alveg mitt jobb. En samt sem áður kom það sér til góða seinna vegna þess að ég lenti í Vestmannaeyjum löngu seinna og var atvinnulaus svona og
sé að það er verið að auglýsa til löggu þar og fékk. Ok. Ég var aftur lögga, ég var ekki betri lögga, en lögga samt og var þar líka í eitthvað ár. Og Löggan var ekki alveg þitt dæmi? Nei, þetta var svona, nei. Þú er ekki fíla valdið sem fylgdi búninu? Nei. Svo atvinnulega séð, ég er svona starfað ótrúlega marga hluti í gegnum tíðina og aldrei mjög lengi við neitt. Ég vann tíma með Friðrik Brekkan. Þá var hann að prenta bóli, fyrstur Íslendinga mjög líklega að prenta 50 mílna bólina og svo allar skápbólina og Godfather-bólina. Ég lærði af honum silkiprent sem að mér hefur alltaf þótt vænt að hafa einhverja verkun aftur svona alvöru. Og síðan ég hef þjónað til borðs í Færeyjum og í hóteli í Færeyjum og ég nefndi það bara. Ég hef náttúrulega skemmt allt nema að vera til sjós. Ég reyndi að fara til sjós einu sinni og það endaði ekki vel, sko. Nú, hvað gerðist? Já, það var bara, ég lá bara í koju og gerði ekki ældi og eins og múkki allan tíma. Og sá sem var með mig, þetta var bara lítil trilla. Það voru fáir sem urðu vitni að þessari niðurlægingu sem betur fyrir. En hvað er það að hann gerði ekkert annað en elda kaffi. Og í hvers skipti sem hann eldaði kaffi og kom þessi kaffi straumur upp af vitunum og þá var ég að æla. Og ég drakk ekki kaffi í 2 ára eftir þetta, sko. Ég bara þoldi ekki í lyktina af kaffi, sko. Það bara myndi mig á þessa að berja lóminn í brælu þarna fyrir utan Vestmannaeyjar í 14 tíma. En það versta djópið sem þú varst í? Það er í eina skiptið þegar ég vildi virkilega deyja. Já. Ég sé marga í þessu ástandi, ég er gamall sjómaður, sko, en ég slapp við þetta, en ég skil tilfinninguna mörguleiti. Það er alltaf læg með mig núna. Ég er bara fínn. Þetta eldist einhvern veginn að mér eða hvernig sem að það er. En þetta var skelfileg upplifun, sko. Þannig að þú stoppaðir stutt við og varst svona hér og þar og allstaðar? Hér og þar og allstaðar. Varst það að færast erlendis mikið? Ég þegar í löggunni í Keflavík, að þá hitti ég stúlku sem var bandarísk. Hún var reyndar dóttir bandaríska kapteinsins upp á flugvelli sem var yfir öllum hermannum bandaríkjamanna hér á Íslandi, sko, á staðnum. Hún var í stuttu fríi hérna. Og ég hitti hann á 17. júní og það voru mikil fagnaðarlæti og ég leit ágætlega út í þessum búning, sko. Þú varst alveg að púlla þetta? Já, það var að púlla þetta. Og það var úr svona eftir og að við ákvaðum að giftast. Og ég var giftur þessari bandarísku konu í 14 ár. Bara stutt samspil gifting? Já. Ok, hvað sagði pabbi, Tengdó? Já, hann var í miklum vafa. Já. Vandræðileg matabót. Svo keypti ég mér þessar fínu kábáklósa. Ok. Og eftir það gekk allt betur og betur. Ég gekk svona eins og ég væri frá Texas, sko. Það finnst þið samvikið inn? Já, þetta gekk allavega þá gekk þetta eftir og við bjuggum hérna á Íslandi til að byrja með en síðan ákváðum að halda áfram menntavegi og þá fluttum við út til Kanada. Og þannig að ég er ekkert mjög gamall, þarna 23 ára eitthvað svoleiðis þegar við förum út og erum í Kanada í 4 ár. Ok, hvernig varst það? Fíla það? Halifax í Nova Scotia er yndislegu staður, yndisleg borg. Og eini staðurinn þar sem ég hef hugsað mér að geta ílengst verið bara áfram. Hvað var það við þann stað? Við erum með kalda vetur og heitsum. Já, minnar. Já, það er eitt. Fólkið þarna þetta heitir ekki Nova Scotia ástæðuleysu. Þetta eru Skotar, þetta eru svona mjög nálægt okkur. Nova Scotia þýðir? Nýja Skotland.
Já, það? Ég vissi þetta ekki. Já, Nýja Skotland, sko. Nýja Skotland. Og fólkið þarna þetta eru Kanadamenn, og yndislegu tímar. Og þarna starfaði ég hjá auglýsingafyrirtæki sem var að gera auglýsingar og lærði svona smá ACT hjá þeim sem var mjög gaman. Og staðurinn bara frábær. Þetta sjávarpláss eða sjávarborg Halifax sem við fræð. Þarna varði í fyrninni, ekki mjög langt síðan, staðista sprenging sem að orðið hefur fyrir utan kjarnorkusprengingu, sem þess að kemísk sprenging. Þegar að heilt herskip í höfninni sprakk, það var stróðfullt af TNT og bara flatti út borgina nánast, þarna allavega nálægt höfninni, sko. Hvaða ár erum við að tala um? Við erum að tala fyrir heimsstyrjöldina, sko. Fyrir heimsstyrjöld? Já, fyrir heimsstyrjöldinni. Og síðan, sko, hún líka fræg fyrir það að flestar sem að fórust borð í Titanic og hverja lík fundust að þau eru grafin í þessari borg. Í Halifax, sko. Það eru margir sem fara í bílagnísferð til borgarinnar, til Halifax. En hvað það að þarna býr frábært fólk og þarna kynntist ég fyrst frumbyggjum Norður-Ameríku. Var mjög góður vinur indíánahöfðingja sem að Mi'kmaq ættinum eða ættflokknum sem eru frumbyggjar Nova Scotia. Og hann bauð mér að koma og dveljast hjá þessum tíma upp í Eskasóni sem upp í Cape Breton eiginlega í austasta hluta Cape Breton. Og hjá honum var ég staddur í Eskasóni þegar ég fæst það í fréttir að faðir minn hafði látist. Mjög ungur, dó 58 ára, sko. Og ég sá að ég þurfti að drífa mig heim. En þessi sérlenda, þetta var nýlendu indíána sérlenda sem heitir Eskasóni. Og þegar ég kem þarna og sýndi höfðinginn mér sem John White, hann sýndi mér það sem hann framfór og mér fannst þetta ótrúlega nöturlegt. Þarna voru krakkar 14-15 ára sem kóðröknir, reykjandi út allar jarðir og ekki vel til hafðir. Hann fór með mig inn í svona æskulismistu sem var full af einhverjum leikjavélum og þeir héngu svona fullir utan í þeim. Þetta var skelfilegt bara. Já. Og þegar ég dvaldist á heimili hans, sko, og hann átti konu sem var ekki indíáni. Og síðan þegar skilaboðin komu að pabbi hafi látist að þá eldar hún mikinn pott, stóra súpu og ég var að fylgjast með henni, hvað hún af hverju hún að elda svona mikla súpu. Svo sitt ég í stofunni hjá þeim og þá byrja fólk að koma og sest niður, fær sér súpu, talar mér lítið, en mér vingjartlegt og svona. 200-300 manns allan daginn, stöðugur straumur. Já, það. Og ég, náttúrulega, einhvern tímann spurði ég hvað það var að vera. Og þess að þau koma og sýna þið saman. Vákandi beautiful, sem að slettum og elsku. Já. En við erum ekki í þessu. Ekki sá ég vína á nokkru manni. Nei. Bara koma þetta hafa verið magna dæmi. Já, þetta var mjög áhrifamikið. Trúi því. Og ég hef alltaf sýnt að þótt að leiðilegt að hafi ekki getað snúið aftur þarna á einhvern tímann. Hefur aldrei farið aftur? Nei. Aldrei verið á bucket listanum að gera það? Jú, stöðugt. Ertu í sambandi við eitthvað? Já, ég á góða vini þarna. Og og Jennifer DeLaurier sem sagði við mig áður ég fór svonur mér þykir það leitt en ég veit að þú átt ekki eftir að snúa aftur. Og ég segi, hvað segir þetta? Ég draumarnir mínir ljúga ekki sá. Og ég bara
Það hlýtur að hægt að fá draum til að ljúga. Ég verð að komast hana. Þannig það er ekki mikill spiritismi í þér? Spiritismi? Já. Jú. Var það einhver staðar? Fylgdi þér einhver staðar? Nei, ég verða, þetta orð er svo hlaðið, við vitum ekki einu sinni hvaða tíðir í raun og veru. Það er mjög breitt svið. Já. Trúum við á anda, trúum við á drauga, trúum við á spádóma, amma og mamma voru báðar á kafi í spádóma. Fólk kom, stelpur áður en það fór á stefnumót, þá komu þeir að heimsækja mömmu til þess að vita hvað myndi gerast stefnumótinu. Já, ég hótt að palla bolli, þetta er hann. Það verða 3 börn úr þessu. Var þetta sannreynd eitthvað, eða var þetta... Það skipti engu máli. Það leiði bara betur að fara á stefnumótið. Já, ég bara veit eitthvað svona, hafa einhverja... En ég legg nú ekki mikið upp úr kannski því að spá í kork eða bolla. En þú varst mjög leitandi greinilega að lesa öll þessi trúarrit. Já. Veist, var það bara pjúra, bara áhugi eða var það leit? Þetta var leit. Þetta var leit að einhverju sem að einhverju lífsstefnu sem að síðan endaði á ákveðnum stað Ég fann trúarbrögð sem að ég aðhyllist sem að má segja hafi verið svona afleiðing þessara leitar og ég er svona eins og þú að vissu marki. Ég er svona universal soldier, þú veist. Þú veist, ef mér finnst málstæðan góður, þá er ég tilbúinn að leggja með mig. Og ég sé ekki, ég tel að sannleikurinn, hann er afstæður vegna þess að við horfum á hann öll frá mismunandi nálgustan, öll frá mismunandi sjónarhornum. Og það að fordæma sjónarhorn einhvers annars finnst mér bara ekki rétt. Nei, ég tek undir það. Og þegar að fólk er að metast á í styrjöldum og stríðum og erjum, og mér finnst það svo auðvirðilegt. Mér finnst stríð auðvirðilegt vegna þess að fólk ekki alltaf vera að berjast auðvirðilegasta efnið, moldina. Ég veit að hún fæðir okkur elur, skilur við. Við lifum á henni, en það er samt sem áður þeir ekki að berjast gull og gersemar. Þeir að berjast mold. Ég á þetta land í virkilega. Þetta snýst allt landamæri. Já, og ég einhvern veginn er ósáttur við þá afstöðu. Ég skil hana, en ég er ekki, mér finnst hann ekki þess virði að drepa þér. Nei, nú er þú mikill söguböffer. Já. Klárlega. En Mangi-sagan er bara hlaðin af þessu sama stríði sem við erum að horfa upp á í dag. Já, en ég tel að þetta neikvæða sem að við lesum úr sögunni, það sé í raun og veru bjögun á hinu sanna eðli mannsins. Hvað er sanna eðli mannsins? Ég held að eðli mannsins sé að vera, ég er svona altruistik í þessu. Ég álíta að maðurinn hafi getu og eigi og hans rétta svið sé friðsamt. Ég held ekki að maðurinn sé í eðli sínu árásækja. Ég held að sé í honum eðli sem að kallar það fram, þetta sem við kallum dýrseðlið, vegna þess að ég afneita því ekki, við erum sprottin í þróunarsögunni af dýri. Ef Darwin hafði rétt fyrir sér. Ef að Darwin hafði rétt fyrir sér. Já, Darwin, ég bara sé það, mér finnst það ekki vera óeðlileg skýring á því hvað við erum. Mér finnst það ekki. Það er ekki víst að við sjáum verið endilega alltaf verið eins og hindýrin, vegna þess að jafnvel þótt að við séum ormur eða bara einfrumungur og þá við spyrjum all þannig hvað sem er, en við höfum getuna til að vera það sem við erum, alveg frá upphafi. Og það er þróun alveg frá upphafi.
En getan, það sem býr í fræinu, það meira heldur en það sem dýrin hafa. Það engin dýr sem að hafa svona samræður eins og við. Spyrja tilgang hluta eða eðli þeirra, flytja það ekki. Og þetta andlega sem ég trúi og veit frá mínum bæjarhóli séð, sko. Það hluti af okkar lífi, eða hluti af okkar veru. Já, en af hverju gerum við þetta? Af hverju endurtökum við söguna? Ég veit að það er ekkert einfalt svar við þessu, en ég held að við séum hættulegi í stórum hópum sem tegund. Sem ég hef endalaust að trúa á einstaklingnum, en ég hef enga trú á mannkyninu. Því ég held einhvern veginn við erum dæmd til að kollsteypa okkur, svo maður sé nú aðeins á jákvæða nótunum. Já, ég held að við séum mannkynið, að það er búið að vera til sem mannkyn kannski í 500.000 ár. Og megnið af þenn tíma hefur við verið á steinaldastigi, sko, og við höfum unnað okkur ágætlega að brjóta steina og kveikja elda og ekkert, já. Síðan skapast þær aðstæður í heiminum að við komumst á að getum byrjað að þróa það sem við kallum siðmenningu fyrir svona 12.000 árum. Og við höfum haldið okkur á því stigi alveg þangað til fyrir svona 150 árum þegar að verður einhver hrikalegasta bylting sem getur í heiminum bara í veröldinni. Þannig að við komumst á þetta stig sem við erum í dag, þú veist, með allt mögulegt að við bara sem við getum gripið hverja sem er. Ég horfði svolítið á þetta þannig að þróunarsaga mannkynsins er eins og þróunarsaga þín. Þú fórst í gegnum þinn barndóm og það var ansi langur tími svona frá barnslega. Maður gæti ekki beðið eftir að vera fullorðinn, sko, eða vaxa úr grasi, þetta var langur tími. Og síðan tók við gelgjan eða ólinsárin þegar allt fór í steik og allt inn í manni fór í rugling og við þurftum að árétta stöðu hver við værum og hvers vegna hvað það gerði því sérstakann og hvernig þetta héldi áfram. Ólinsárin eru það sem og við mannkynið í dag og búið að vera síðan 12.000 ár svona ólinsárum. Þetta úlingurinn. En það kemur svo tími að við þurfum að hafa okkur eins og fullorðið fólk. Við þurfum að halda áfram ef mann kynna að lifa þetta af. Það er margir sem drepa sig ólíkárunum að fá kenni sinni þegar þeir eru bara. En framtíðin er björt vegna þess að við munum vaxa á grassi, við munum þetta verða bernskusprekinn hérna sem við skiljum eftir og við munum ná fram friðsamlegu samfélagi á jörðinni sem ég tel að sé númer 1 sem er mikilvægasta markmið. Sko, öll þessi vandamál, samfélagslegum vandamál sem við erum að eiga við í dag, þau myndu hverfa eins og dögg fyrir sólu ef að mannkynið endaði í styrjald. Allir þessi auður og peningur sem þeir í styrjaldur og orka, þetta er svo mikið sóun. Gigantist, já. Gigantist. Svo mikið sóun. Og mengun, við getum hreinsað upp höfin á nógunni ef við notum þessa peninga sem fara í styrjaldir til þess að. En kemur þá ekki að því bara að því, sko, þurfum við ekki bara að hafa áhuga á því að hreinsa upp sögunni? Vantar ekki bara áhuga? Jú, en það vantar áhugan á því að vita hvar vald er falið. Allt vald er falið í hjörtum fólks. Þetta er ekki, þú veist, vitsmunalegt. Þetta er, þú veist, ég ákveð að fylgja þér ef þú sem sagt hefur áhrif á mitt tilfinningalíf og það er það sem að fær við sjáum fyrir dæmin, hvernig heldur að einvaldar komast til valda, það er þess að allt í þeir eru tilbeinir eins og guðir, þetta er tilfinningar, þetta er ekki vitsmunalegt. Og það er þetta sem við þurfum að hverfa frá til þess að þess að hugmyndum að það sé að einhver einn hafi vald til þess að gera eitthvað, eins og konungar í fyrninni eða í biskupar eða hver sem er, það vald yfir þér. Þetta er úrelt hugmynd. En hún er raungerast bara. Ég veit það. Þetta alls þær í heiminum. Hugmynd úrlingsárana, sko, að þú veit, já, leiðtogavald. Að vera
taka ábyrgð og vera fullorðinn þýðir það að þú gerir það sem þú þarf að gera næst. Þú ert ekki að pæla í hvort þú hefur vald eða yfir einhverju öðru. Þú gerir það sem þú þarf að gera næst. Og fyrir mig, og ég komst að þessu kannski aðeins svo seint, en þetta endapunkturinn hjá mér. Eina leiðin til að vera hamingjusamur í heiminum í dag fyrir hvern sem það að hafa það að markmiði að gera það sem gera þar næst. Ef þú þarft að fara út með ruslið, þá ferðu út með ruslið. Það sé makkleðilegt. Ef þarf að þúa upp diskana í vaskinum, þá þarf að þúa upp vaskinn. Þú þarft að gera það sem gera það næst. Og gera það án þess að vera að hafa áhyggjur af því hvað þú ætlar að vera að gera á morgun eða framtíð. Er það ekki líka svolítið sprottið út frá því að núið svo vont að ég þarf að búa mig til gulrætur? Núið það eina sem Það nákvæmlega það. Við áttum þetta samtali í síðasta þætti. Það sem einmitt þetta að sitja uppi með sjálfan sig getur bara verið stórt verkefni og í talningum ef að fortíðin þess eðlis að þú verður fangi fortíðarinnar þá lítur þetta ekkert vel út. Það eru margir sem að bera örin endalaust og á kroppíðu líka endalaust. Sem við ekki bara fullorðin börn einhvern veginn? Jú, við erum það. Við reyna að vera fullorðin og sem að mér finnst virðingarvert. Mér finnst virðingarvert þegar fólk tekur til í lífinu, úlingsárin og gerir þetta upp bara. Já, og klárar þetta. Og reyna síðan að halda áfram og búa til eitthvað nýtt. Og það líka eitt sem að kemur inn í þetta finnst mér og það það að hætta ekki að búa til. Skapa eitthvað. Halda áfram að skapa eitthvað og vera að reyna að vera virkur í gegnum sköpuna. Ég vil þó sé ekki, margir sem eru að dástæðir eða njóta þess með þér. Það allavega þú. Þetta eitt af því sem maðurinn hann skapari. Það ofta sagt að Guð hafi skapað manninn í sinni mynd, og allir segja, já, þá lítur Guð svona út, En það ekki örugglega, ef þetta rétt, þá ekki átt við það. Það átt við eitthvað annað. Og kannski það, ef við erum í einhverju andlegri mynd Guðs, þá eitt af okkar, eitt af höfuðeinkennum okkar að við sköpum. Við viljum skapa og getum það. Það svo mikið konfliktar í trúmálum. Ég leita líka og skoðað alls konar og alltaf verið að leita mér í þessu öllu saman og svo þvælist egóið mitt fyrir og ég að detta mitt eigið egó í einhverju baráttu að það sem að mér alltaf finnst erfitt við trúarbrögð að hún svo miklum andstæðum við sjálfan sig. Þegar rökhugsunin tekur yfir, þegar maður fyrir rýna, ég gluggaði í Biblíunni líka og svo bláði ég tilbaka, þið voru að segja hér, en nú segja þetta hér og þá segir presturinn mig, þetta bara túlkunarlegt atriði þar sem þessari blaðsíðu, ekki hinni blaðsíðu og þá túlkar það öðru sig þú flettir þeirri blaðsíðu. Þannig auðvitað var maður bara confused og setti hliðar. Mistökin hérna var að tala við prestinn, Já, það voru stór mistökin. Það sem að kannski fæstir átt að segja á í svona leit að þá það eina sem að skipti málið það hvað þú heldur og hvað þú þér finnst. Þannig að sjálfstæð rannsókn og leita að sannleikanum það sem að mikilvægast. Leyfa ekki einhverjum öðrum skoðunum, einhverjum annara persóna, það alltaf að lesa það og svona, en það þú sem tekur afstöðu til þess hvað er rétt og hvað er rangt. Svo búum við í samfélagi sem arfleiðin Ísland. Við höfum séð bæði gamla Ísland og nýjasland. Við náðum í raskatu á gamla Íslandi. Að það undirliggjandi svona hver heldur þú sért. Ekki rembingur svona. Já, svona svolítið settu þumallinn á þau. Ekki halda á sér betri. Maður sé Facebook varandi í þessu. Það stöðugt þetta hvað þú að gera upp á dekk hvað þykist þú vera? Já,
og svona klísur eins og þögn er betur en þarflaus ræða og við erum svolítið, þetta liggur svolítið í þjóðarsálmi úr moldakonum. Já. Þetta svona stopp ekki það er alveg rétt að það er svona svo auðvelt að þetta er auðvelt trikk að reyna að hefja sjálfan sig upp á kostnað annarra með því að setja einhvern annan á stall eða þá, ef þetta er tilfinningarlegt, að reyna að pota öllu niður þangað sem að þú ert. Leyfa engum að rísa upp í neinni meiningu, sko. Og þetta er minnimáttakennd hjá fólki sem að gera þetta verkum að þeim finnst að þið þurfi að árétta það að enginn eigi að skara fram úr eða neitt. Þetta er minnimáttakennd og minnimáttakennd er svona vanmáttarkennd, og hún birtist alls konar, hún getur birst í svo hún birtist alls konar og ég meina Facebook, að því að tala um Facebook, sko, Facebook er svona einkennilegt samansafn og þverskurður af þjóðfélaginu. Að mörgu leyti er það. Ég meina, það er stundum að fletta Facebook eins og láta grýta sig með popcorni, sko. Þetta er enda lausar myndir af svona, og það les engin texta nema að þetta sé bara barnabörnin og börnin, sko. Þá kannski má segja að það endist í smá tíma, sko. Og þannig að þótt að einhver síðan springi tímabundið á Facebook og láti þetta er kannski fyrsta skipti sem að hann fær að tjá sig á þennan hátt, sko, skilur og hann heldur að það sé einhver tæki mark á þessu, sko, en það gerir það ekki, þú veist, fólk er bara svona að vera með smá sóðaskap. Já, smá. En talandi Facebook, ég hef lesið pislana þína á Facebook. Já. Og bara takk fyrir þá, mjög flottir. Kemur þetta bara náttúrulega, eða þarf þetta að hafa fyrir þessu, það virkar svo auðvelt ef þú gerir þetta? Leið og að netið var svona að fólk byrja að blogga og koma sínum skoðunum fram á netinu, þá byrjaði ég að blogga, byrjaði að skrifa. Mér finnst gaman að skrifa svona litla pistla og ég átti heilmikið af efni sem að ég hafði svona verið að hugleiða og svona og þetta var á mokkablogginu til að byrja með. Síðan voru ritstjóraskipti þar og þá ákvað ég að hætta og fara eitthvað annað og þá voru margir sem voru byrjaðar að skrifa svona eitthvað svona meira efnismeira á Facebook, ekki bara birta myndir af matnum og þannig að ég ákvað að snúa mig þangað og það tók vissulega tíma að hasla sér einhvern smá vall þar, sko, og fá fólk svona til þess að ég er búinn að vera að skrifa á Facebook núna í 4 ár, allavega mjög þétt svona og pistlarnir eru komnir næstu til 2000 pistlar alveg minnstakosti það og mismunandi góðir og mismunandi áhugaverðir að sjálfsögðu en upp á síðkastið hefur fólk verið mjög uppörvandi fyrir mig að sjá það læka þetta og setja komment og margar af þessum athugasemdum ég fæ, það eru eiginlega betur en pistil. En hver er uppsprettan af þessu? Hvaðan kemur þetta? Þetta er það sama að núna ekki bara að taka eftir og læra og svona, heldur líka að festa þetta með sér. Er það grúskið alveg samt? Já, út allt. Ég á gott bókasafn. Ertu ennþá að fletta bókum? Já. Ég fletti bókum, og síðan, sko, en svo koma bara hugmyndir til manns líka. Ég fæ mörg skilaboð í viku frá fólki sem segir kannski getur þú fjallað þetta eða sagt eitthvað þetta og svo framvegis. Og þetta er bara frábært. Þetta er svona orðið frekar interaktíft, þetta er eiga samskipti á þessu sviði. Og kannski blundaði alltaf í mig kannski einhver kennari að miðla rithöfundur. Já, rithöfundur. Þú er aldrei hugsað þá leiðina? Jú, ég er búinn að vera með bók í smíðum, skáldsögu síðan það er að vera komin 10 ár. Það er bara fæðingartíma á listaverki.
Ég skrifa leikrit og þau hafa verið flutt svona, já, allt í lagi og ég skrifa greinar og smásögur og svona, en þessi bók, hún alveg að drepa mér, sko. Hvar ertu stopp? Ég svolítið stopp í titlinum? Nei, í titlinum, ég stopp í honum líka. en ég svolítið stopp í endanum og þetta saga sem að gerist í samtímanum og svona samruni Dan Brown bókana og Tolkien vegna þess að þetta með álfa og yfirnáttúru að gera alltaf spennandi íslenska náttúru og ég langar svo að reyna að sleppa því að hafa þetta klísjukennt þú veist, í endan og svo framvegis ég vil ekki að þetta séu, þú veist það Þetta atburðarás. Já, þetta atburðarás og saga. Þetta heilmikil saga, sko. Og það fullt að, ef þú væri, ég skrifa þetta svolítið svona undir áhrifum frá ferðamennsku, ef þú væri svona túristi á Íslandi og væri með þessa bók, getur þú farið á alla þessa staði í bókinni. Já, og skoða, kemur allstaðar við sögu og fullt af atburðum sem hafa gerst á landinu koma við sögu líka. Hvernig atburðir? Mixa þessu saman. En hún gerist í samtímanum? Hún gerist í samtímanum, sko. En það svona, svolítið svona, þegar fólk að kynna sér málin, þú veist, ég tala þjóðsögur og álfa, ef þú ætlar að tala álfa og verða svona þjóðsögur. Já, nákvæmlega. Hvernig þetta kemst inn í þannig að bókin hún svona nokkurn veginn búin. Ég að þýða hana yfir á ensku og þetta erfiðasta sem ég nokkuð hef gert. Hvernig myndið þú þýða flugufótur? Það ekki flugufótur fyrir þessu ensku. There's not a flyfoot. There stood the knife in the cow. Ég að velta mér eitthvað svona vitleysum hlutu. Hvernig það ákomið sér. Og síðan svo hluti að þessi í bundnum máli og það finnst mér líka erfitt. Ég seti þetta í bundnum mál. Afi kendi mér að yrkja vísur. Okay. Alltaf þegar ég hitti Jón Ólafsson Vass Hrömmur og Skífukall þá hendir hann á mig fyrstu vísunni sem ég bjóð til. Hann kann hana, hann man hann alltaf því að hann var uppeldisfélagi í Keflavík. Alveg síðan þá? Alveg síðan þá. Hvernig ég verð að fá að heyra þessa vísu? Hún svona. Þetta var þannig að ég var í sveitinni og var komin aftur í sveitina og var bara að segja afa frá því hvernig þetta hefði verið og hvernig ég væri að gúmmiskórnir mínir skrumlu væri allir slitnir og ég væri búinn að fara niður á bryggju og sjá bátana og vísan sem hann kendi mér að yrkja og hjálpaði með mér en samt ég bjó hana til bátar koma bryggju að búnir að vera á sjónum þá hleypur svanur hratt af stað á gömlu gúmmiskónum. Vel gert. Þetta ágætlega. En þú ekkert verið að yrkja þannig, þú voru ekki gefið út ljóðabók? Jú, ég gefið út ljóðabók. Nú, já. Þernar og rósir kom út 92 minnum við. Eða fyrir, það getur verið. Og seldist alveg í rosalega litlu upplægi. Þetta var alveg spennandi fram að síðustu setningu. Það að segja sögu. En hvernig líf þitt í dag? Þú ert að detta í 70 kallinn? Já, það ekki langt í það. Hvað ert að gera af þér? Ég að reyna að detta á húsinu sem ég íbúðinni sem ég keypti. Þetta tökjaði hús í Keflavík sem ég flutti aftur til á Hringbrautina. Við byggum á Hringbrautinni, fjölskylda mín og pappa og mamma. Ekki sama húsi þó? Nei, ekki sama húsi, aðeins ofar í götunni. Ég verið að detta því, þetta var svolítið, ég hafði efnaði að það var komið í smá niðurníslu. Við erum að reyna að gera það upp svona og síðan hef ég verið að skrifa og skrifa svolítið meira og finnst eiginlega komið tími til að koma eitthvað þessu frá mér. Ég á núna nóg í náttúrulega aðra ljóðabók því var að skipta, ég á nóg í smásögursafn og síðan almennar svona skriftir með leikritunum mínum sem ég hef verið að skrifa og síðan Ylfetu, Álfakónginn, það þetta allt saman hluti sem ég hef verið svona og ég hef verið að gæla við þá hugmynd að koma þessu út á afmælisárinu. Já, ok. Svipa leiti og ég get lesið bókina. Svipa leiti og ég get lesið bókina. Já.
En ein hugmynd, allir þessi pistlar þínir, það ekki bók? Já, nú ég varpaði þeirri hugmynd fram núna bara í fyrradag á síðunum hjá mér. Hvort að fólk myndi... Ég myndi kaupa hana. Þú myndi kaupa hana? Af því ég er lesblindur og allt þetta, þannig að þetta er svona mátulegt fyrir mig áður en ég fer að feita út úr textanum. Það er svona, ég myndi lesa þessa bók. Já, ég er núna komin langt með það, ég er búin að eyða síðustu dögum í það að búa til svona e-bók eða rafbók úr þessu. Og ég er reyndar að velta fyrir mig hvernig ég get síðan hvaða kerfið er í gangi til þess að selja þetta, skilur vegna þess að fólk segist vilja að kaupa þetta. Þetta er ekkert, verður örugglega ekki dýr, þú veist. En það væri mér kannski gaman að geta komið þessu frá sér og fá kannski smá auri í lomman. Já, gera það ekki verra. Stefán Jón Hafstein var daginn í spjalli og hann gaf út bókina sína og að tala að það úrskup litli peningar í þessu rafræna dæmi. Að það er ekki hvetjandi að gefa út rafbók peningalega. En veist, hvað veit ég? Nei, þetta, það hafa komið þessar hugmyndir líka fram á þessu. Þú ert bara að gefa þetta út í bæði. Þú setja þetta í prent líka, sko. Og það getur vel verið það verði, en þetta er ekki, fyrir mig er þetta ekki endilega... Á bókin líf? Já, ég held það. Mér finnst það. Já, ég er að meina pappirs... Bara fysisk bók. Hún á líf allavega ennþá á Íslandi. Ég er og hérna í Bandaríkjunum og Englandi og svo framvegis á mörgum löndum. En það er líka staðið þar sem hún hefur aldrei átt líf í heiminum. Og hérna múslimska löndum íslamstrúar þar ekki bókaútgáfa í næstum eins mikla mæli og eins og í Vesturheimi en kannski virkar hérna internetið og rafbækurna betur fyrir það heim heldur en okkar við viljum svona finna lyktina af pappinum. Svo kannski kynslóðnar sem að koma núna kannski með skjáina frekar en bókina, sko. Mér finnst alltaf mikið prýð í bókum, mér finnst bækur fallegar. Ég hef aldrei lesið heila bók á ævinni. Veist, ég las 2 bækur en það var svo mikið af teikningum í þeim. Það var Freud fyrir byrjendur og vistfræði fyrir byrjendur. Og það var svona teiknimynda. Og ég komst í gegnum þessar 2 bækur að hljóta teiknimyndan. Og en mér finnst bækur fallegar og á marga bækur en ég ekki lesin að einu stað en ég býð eftir bíómyndinni og en mér finnst bækur svolítið fyrir mér er kannski eins og eiga DFD-diskinn af myndinni minni. Það er eitthvað sem ég get komið við. Ég get alveg skilið þetta, sko, og ég finn alltaf svona á og til þörf hjá mér bara til þess að lesa eitthvað og svona bara þessi ró sem færist yfir mann við það að lesa. Þú verður að hafa tíma til þess. Þú verður að hafa tíma. Þú verður að hafa sem sagt og rétta umhverfið. Það þýðir ekki að ég er ekki eins og sumir sem getur bara hakkað í einhverja skáldsögur, sko, og lesið þetta svona. Ég lesi yfirleitt ekki skáldsögur lengur. Þetta er mikið fræðiritt og heimildaritt og mannkynnsaga því ég er mikið áhuga á því. En svo er annað að það er svo margt sem kemur fram í þessum bókum og sérstaklega sögubókum, sagnfræði, sem er orðið úrelt í bókum. Nú, hvernig það? Það er bara orðið úrelt. Það er ekki talið lengur satt. Já, meinar, já. Þannig að þegar þú getur borið þetta saman, haft bæði netið og bókina og þá, þetta getur verið svolítið, ég var svolítið pirraður stundum á þessu, ég verið bara að taka bókina á hendinni vegna þess að hún er ekki að virka, það er ekki að þessu rétt lengur. Núna er til dæmis hérna í heimsfræðinni, í kosmológíunni, að það er orðin algjör bylting. Þessi stóra kvællskenning, mikla kvællskenning, og það er búið að hendin út. Já, hún er ekki til lengur. Eða er ekki talið vera rétt. Það er vegna þess að með þessum nýju spegla kíkjum sem þeir hafa út í geimnum, þá hafa þeir verið að nema
ljós sem að miklu eldra heldur en að mögulegt að hafi gerst á þessum 14,8 billjónum ára síðan að Miklihvellur varð. Þannig að það bara... Það stenst ekki. Það stenst ekki, sko. Það stenst ekki tímasetning stenst ekki og þeim finnst ólíklegt að þessi Miklihvellur sem þeir hafa óyggjandi sannanir fyrir að hafi gerst vegna þess að þeir eru búin að vera að pikka upp óminna þessu eða þetta suð sem á að vera út í geimnum sem að ber vitni að þessi atburður hafi gerst að þetta stangast á og við síðan þetta eldgamla ljós sem er miklu eldra sem þeir eru að nema frá sólkerfin sem eru til jafnvel dýrir Miklihvell þeir segja eitt af þessum núna er 28 billjónar gamalt, sko. Ég meina, það bara eitthvað tvöfalt sinnum lengra síðan. Ég þurfi ekki að spyrja hvernig allir mæli það, 28 Þetta er með mjög sniðu aðferð við það, sko, og nokkuð góða, nokkuð örugga, sko. Hvað er það, red flicking light, eitthvað svona ljósa. En svona, þannig við summurum það eins upp, að við erum að detta út á tíma. Já, vá. Það voru mjög skemmtilegt að sitja þarna með þannig þú ert að ditta hús í Keflavík átt kot í Birmingham Nei, í Bath Já, í Bretlandi Það skrifa eins og Bath B-A-T Já, það er Bath Það er svo Bath Já, vegna þess að þetta eru rómörsku böðin sem að þarna voru uppalega Já, er orðið komið að því Þetta er komið að einu sem sagt heitu uppræsturvindinni sem er í Bretlandi í raun og vera sem var í þessum bæ. Þetta er lítil borg núna, eitthvað í kringum 100.000 sem búa þarna. En þarna eru ennþá leifar á rómörskum böðum og þess vegna heitir þetta Bath Spa. Þannig þú ert að bauka í þessu, skrifa og vera hamingsamur. Já. Og ég sé á konaðinni með þér. Já. Og svona að því ég veit að mammaðinn Hansína var einbirni. Já. Skilur eftir stóra nættbóga? Nei, ég gef það ekki. Nei? Sko, þú eru ekki pappaðinn á það? Eins og ég sagði það, ég á 4 systkini, 4 systur og 4 bræður. Og þau hafa verið mjög dugleg við þetta. Koma frá sér, þetta er orðið nættbálkur. En ég á ekkert barn, ég er með barnlaus. Og það er örlögin Voru það örlögin ákvörðun? Já, það má segja það. Þetta voru svona örlega ákvörðun sem olli því. Já, kannski á þessu tímum, sko, með það, ég var því ég bjó í Afríku, bara í Suður Afríku á þeim tíma, 1980 eitthvað, það voru 250.000 börn á vergangi sem vönduðu fjölskyldur. Já. Þannig að hvað er það ekóið okkar sem er svona sterkt að við verðum eiga blóðboka? Hvað þú veist, eða... Þetta er mjög svona sterkt í okkur. Er þetta dýrið í okkur? Já. En ég á mörg börn og eiginlegri merkingu. Og ég hef ekki fundið fyrir því að það sé neitt geti verið neitt dýpri tilfinningar sem að ég hef haft til mína líkamlegu barna ef það væri en þeirra sem ég þegar hef tilfinningar til, skilur. Það er þetta að elska fólk þó að maður sé ekki blóðskyldur í, sko. Já, mikið ósköp. Við skulum vona það. Já, við treystum á það. Við treystum á það, sko. Svona var gaman að hafa þig. Það er virkilega gaman að spjalla við þig. Nei, þakka þér miklu frekar. Herðu, gefðu bók, gefðu 2 bækur, Pistlana þína og Kláraðu söguna þína. Það er svona hvatningarorð frá mér. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma til okkar. Og ég ætla að fá að skála við að lokum hérna Jesúlagi. Og það gengur ekki rosa vel í þessu Jesúlagi. Þetta er sem sagt límónaði. Þetta er samt ekki slæmt. Þetta er mjög gott. Já. Ég verð að segja þetta, dræðislegt. Skál í búðinu. Skál í búðinu. Herðu, þeir sem voru að horfa, takk fyrir að horfa eða hlusta á Spotify. Og við komum sem sagt út með nýja þátt næsta sunnudag, hverjum sunnudegi. En þið getið haft samband við okkur hérna, mig og Gunnar Bjarnar á tyratýr.is ef þið viljið koma ykkur á framfæri eða tuða, eða vera leiðileg eða skemmtileg eða hvað sem þið viljið.
En við þakkum fyrir núna og takk fyrir að horfa. Erfiðstam.